22, rúllettutala 22. september, Mötli Krúur á fónunum og FM 95 Blöður hafið göngu sína og já, sveimi þá Auðun Blöndaleiti, ég seti mín og sæti ég í gír, ég held þessu 3 í gír 3 í gír í dag? Er það ekki? Betur voru mótið mér sitja ég ætla að segja bara 2 helviti hressir drengi, hvernig þið? Þetta var nú eitthvað 2 hressir? 2 hressir? Erum við ekki allir í gír? Jú, 3 í gír 3 í gír, föstu dagur ekki það er alltaf föstu dagur þegar þátturinn er þátturinn er á besta deginum föstu dagur er besti dagurinn í vikunni það er ekki staðfest og mægi hvað besti mánuðurinn og engin dagur break í föstu dag Nei, þá er öll helgin framöndan Ég er bara, ég er peppar 50 dagur á kannski smá breykjan Ég er að vinna fossara Ég er að fara að fá mér í kvöld Já Þú ert að fara að fá þér heima á Blackout Cut Herðu, ok Ég held að ætlum kannski aðeins að fara yfir daginn og veginn Þú varst með honum í gær og ég er með honum í kvöld Ég er með risa fréttir fyrir hlustendur F95 Blöð sem hafa fylgst með þessu máli núna í rúm 3 ár Ertu að tala um stóra landamálið? Við erum að tala um að það er búið að kalla eitt besta vinn minn hérna það er búið að vera besti vinn minn síðan 13 ára eitthvað það er búið að kalla hann landakröss í 3 ár sem hann er Ég fór út að borða það í gær kíkti á fjallkonna og fekk þar dýrindismat ekki blögg, við borguðum matinn en bara geggjaða staður með huga og digital cuss eins og hann var nóttast kallaður Kroksara hittingur Hvað digital cuss áður og kallaður landakuss Já, og þar segir hann það er bara fínt að bara koma filmum úr herbygginu en strax í byrjun þáttar fyrst þú ert nú að fara að hitta hann í kvöld Hann horfði í augun á mér og þetta ég er ekki að ígeta neitt og getur hann rætt þetta þenni kvöld og spurði mig orðrétt Er Steindi lega sjúkur? Og ég bara svona, hvað meinaru? Og hann spurði svo bara Er eitthvað af honum? Og ég bara, hvað meinaru? Við erum 2 þetta að segja þetta sko Er eitthvað hundur í okkar manni? Nei, hann bara Hann er ofta á nætuvagn núna Þannig að hann er að hlusta líka á gamla þætti Þannig að núna er hann búin að heyra allt sem hefur verið rætt þetta ammæli sitt Óþarf að vera að hlusta á okkur sko Nefna það að Steindi kemur hérna vist í einu þætt og segir Herðu, þetta er dautt mál Landakvæðs viðurkendi fyrir mér að það var land í ammælinu Eftir brúðkaupið Mesta líi sem hann hefur heilt sann Og hann sór upp á börni sinni í gær Ég sagði, sverðu upp á barnið þitt Hann bara, veistu þetta, ég sver upp á barnið mitt Það var engin landi í þessu ammæli Leif mér að klára Sko, það var engin landi að Ásgeir Kolbeins hjálpaði mér að tala við Ölgerðin til þess að græja áfengi Þannig að þar get ég bara sýnt mótur frá Ölgerðinni Það var ekki eins og bolla í þessu ammæli Þannig að þegar þú ert alltaf að tala um að það er bolla með einhverju landa í Þetta er bara meira, þú þarfst að fara að skoða drykkjum Var ekki eitthvað skál hérna? Jú, byrju, hvað er þetta? Það var ekki eins og bolla í ammælinu Nei, ok, þannig að ég og Egil báði bara búin að missa vitið það Meinum ekki eftir skálinni Ég horfði ekki augun á mér hérna daginn og sagði bara Kös viðurkenndi að það var landi Það var bara líi Ég var í blakkvætti bæði í ammælinu hans Kös og í brúðköpunni á Sves Þannig ég er svolítið Ég var í blakkvætti í ammælinu hans Kös en ekki í brúðkaupinu á Sves Þannig að byrju Það var gott ekki að reynsa nafna Hann heitir Átni Ragnar Steindorsson og hann er ekki kallaði landakös Þegar það var ekki landi í ammælinu Hann er alltaf losnað með það núna Hann kemur til mín Svona er þetta eins og ég mann þetta bara Algjörlega Hann sór upp á barnið sem þið ger Hann kemur til mín og hann var komin reyndar í blackout þarna í brúðkaupinu sko Hann var bara í gír alveg í gír sko Hann var bara eins og ég að drekka drikkina mína sko Hann kom til minn til að drekka mína drikk Hann er fleiri rútur í þessu Hann er stemningsmaður Hann er bara stemningsmaður Hvað meinur þú? Hann er stemningsmaður Það veit allir hann er stemningsmaður Það var fram á 10.000 manns Það hefur verið ógeðslega fullur Talaði af sér hérna í blakkvætti Hann talaði af sér Talaði hann ekki af sér Því að hann spurði hvort að Steindi væri legasjúkur Kemst ég að það? Hann kemur til mín og segir við mig Ég segi við hann bara Vertu nú alveg hinskilið, nú eru bara 2 þetta Hvernig var þetta með þessa bollu? Þetta var ekki eitthvað á ríkinu Og hann sagði mér þetta þá Það er bara hann Nei, hann hló að þér af því að hann var búin að hugsa Hann vildi koma í þáttinu það blökastið Ástæðan fyrir hann hló Hann sagði aldrei já við þig Hann hló af því að hún fannst að fyndi að A, það var ekki landi B, það var aldrei bolla í ammælinu Það var það sem hann var að væri Hann sagði aldrei já við þig
sko, var ekki bolla. Býttu, nú ætla ég bara að Ég þarf finna- að rifja, mæstu hvernig þetta var blöð, þetta ammalið. Já, hann ammali 8. ágúst, hann er 8. ágúst 2020, þetta er miðju COVID. Við hljóttum að eiga einhverja mynda einhverjum að það. Húkimir var í hérna einhverjum hvítum. Já, Hugi og Sverrir Bergmann voru svo COVID-rættir þeir komi í einhverjum svona hvítum gallens og verið að fara að mála staðin, svo voru þeir bara konið í sleik í lok kvöld. Og in the background er potted bolla. Sanns heitið Húkimenn, mæti COVID-rættur. Herru, ég er að fara að Fólk hitta. er ennþá, Pétur, hver var þetta? Það er eitthvað sem gæti ekki hitt mig í dag því að maður með COVID. Mér finnst bara svo skrítið að fólk sé hefðu að mæla þetta kjafta þarna. Það er enda, þau eru að drita þessi próf er enda að dritast út. Það er líka mikið til að ruggluðu liði sem er að taka þessi próf eða. Er fólk enda að mæla sem er kvefið? Það er bara stendi sko. En sko, málega ég er að fara að hitta rockmenn, það er rockhittingur í kvöld, rauðum að klaka hittingur. Hvað getur þið rætt þetta? Þannig að ég er að fara, já, og hérna við erum að fara að ræða ímislega skemmtilegt, en á meðal annars þetta. Já. Og ég ætla að koma með nýja skýrslu. Það er ekki annars skýrsla. Nei, jú, Við vorum edrú. En manstu, ég kom með skýrslu, síðan kemur þú núna með skýrslu, svo kem ég með skýrslu. Ja, veistu hvað króksarar eru harður þegar þeir sverju upp á börn og annað? Þá veit ég hann er ekki að ljúga. Hann sór upp á krakka sinni. Það er að Sauðárkróks óð. Þú sverð ekki. Allt til að segja ég lofa. Þú sverð ekki frá Sauðárkróki nema að setja að segja satt. Hvað fullorðið maður situr einhver stáð á okkur pub og er að sverja? Við vorum ekki á pub, við vorum á veitingastað. Eru þið orðið bara rugglaðir? Hann sór. Nei, ég meina þið þrý bara. Nú ætti ég að segja, eru þið rugglaðir? Finnst þið töff að ég kunna beigja að sverja? Hann sór, en því ég er búin að segja sór. Voruð þið bara, sátuð þið bara á okkur ískum pub að sverja hluti? Við vorum ekki ískum pub, við vorum á fjallkonunni. Nei, ég meina þú bara finnur mig og Mósómenn ekkert einhver staðar að sverja eitthvað út í bæ, einhver staðar hér og við erum bara að hafa gaman. Bara runga ykkur í ykkur skúmaskotum. Nei, ég segi bara, þú veist, hafa gaman. Ég er bara að finna gaman, já. Bara að finna vídeo af Hangi ykkur staðar að sverja. Sko ég er vídeo. Hvað er að gerast þetta? Sko ég er vídeo núna. Ég var að tala við hann, sko. Ég enda að skoða vídeo hérna. Reynda þegar að blöð, sko, ég er að horfa hérna. Það er ekki bolla. Nei, sko, maður er að Kös er að syngja og Sverrir Bergmann er að bakka upp, bara út spekka upp hana. Og ég er að horfa okkar fólk með á borðum hana, mikið að dósum og rauðusgljósum. Ég sé ekki mikið engin glös með bollur. Ég var steindum einn tveið sem voru í bollun held ég. Já, ég held bara því að það verið í, sko, einhverju allt öðru en áfengi bara í þessu partí. Við vorum við í kvíla fræðastina. Var Kös að bjóða upp á sveppina? Ég veit ekki hvaða græna nammibóka þið komust í áður eða fóruð í þetta partí. Greið drengur er búin að sitja undir þessi 3 ár. Styrmir var mættur hana. Það var ekki alveg jafn mökkaður og hann var í stekjunni hjá Nei, ég ætti ekki hægt að vera í að fullur og hann var í stekjunni hjá Svæsmað. Það kúsa Stimmi. Já, stimmin. Herru, en sko En annars allir brattir, sko. Já, við sjáum til. Ég meina mála, þetta, sko, fyrir mér er þetta debate continues. Já. Ekki verið að búa að sverja. Þín skoðun er að hann hafi ekki landa. En hefur þú verið með á Kös Hann viðurkenndi þetta fyrir steinda daginn. En hefur þú verið á Kös sem hann er í flösku með rauðatappanum og skrúar af? Ég veit alveg hann hefur verið með landa einhvern tíma, bara eins og 95% af öllum Íslendingur sem drekka. Ég meina að G-Punk vinnu minn, hann selur landa. Já, ekki að auglýsa það. Já, þú veist, það er ekki lægi í dag. Nei, ég held að það megi bara ekkert frekar enn í gamla daga, sko. Mátt ekki gera það? Hvað, að brugga og selja landa? Ég held að megi brugga, sko. Ég held að þú mátt ekki selja það. Nei, nú er ég bara að spá í alveg. Já, ok, heldur þessi G-Punk vinnur að segja að borga skatta þessari landasölusunni? Þú mátt selja landastindi. Við ætti að segja mér að þú myndi brugga heima hér eitthvað rauðvín. Heldur þú mætti ekki kaupa þér inn á flösku eða? Nei. Ég myndi kaupa rauðvín. Þú mátt ekki selja. Orðið þreytt. Erum við í Norður Kóreu? Vittlis að þetta. Það er eðla þreytt land, sko. Ég mun aldrei aftur drekka heimabrugga rauðvín eftir að hafa drukkið flösku frá Kristjáni Blöndal og Sauðárkróki einu sinni þegar ég var svona 18-19 þegar pappi minn var eitthvað reynað það og var að stattur á Mallorca með mömmu minn og einhverju fólki. Því líkir viðbjöðurinn, ég var veikur í 3 daga. Pappi minn var líka standið í þessu. Það var alltaf tunnurnar með bublinu og sem hún keyptir í ámunni, þetta var alltaf inn í bílskur. Og hann og vinur hans voru sko að þeir voru með samt metnað í þessu, voru að brugga og settu tappi í þetta og miða. Ég var fár og veikur. Voru með þetta var svona eitthvað. Þetta var alvöru viðbjöður, sko. Ég hef aldrei keypt landa.
Í alveg tala Var eitthvað landasæðilega á króknum? Nei, Ég var með Nóa en í Kópavogi sko Hvað lappaður bara Ebbalandinn, frændans Böstes, hann var eitthvað rosa landabrugari. En hvað, varstu bara að koma með Möstes og orðin sköllóttu bara það ungur og bara hoppa inn í ríki eða? Nei, það bara fekk eitthvað til þess að kaupa fyrir mamma, bara keypt oft, fengu aldrei fóröldlega til að fara í ríki fyrir eitthvað. Ekki, já, sko, jú, kannski 14 ára Nei, ég byrjaði að drekka 17 ára. Alltaf grættar þau bara landa En ég meina, þú veist, eins og ég var að tala um þetta við daginn, þetta er skemmtilegt að þú komir inn á þetta að því að auðvitað eiga bara á fólk bara þegar hefur einhvern áhuga að byrja að skoða þetta heyri fóröldisum Já, ég var ekki verið að leina þessu. Þú veist að 10 auðvitað myndur freka fara og kaupina kippu fyrir stráki en heldur hann að láta hann vera eitthvað baku eitthvað strætóskil að býja til landa en það er bara eðlilegt. En fenguð þið eitthvað svona fenguð þið kennslu um Birds and the Bees frá fóröldur ykkar? Sko pappi minn lítur út eins og pappin í American Pie þannig að ef hann, bara þeir eru tvífarar sko þannig að ef hann hefði í alveg þannig að þú veist það hefði orðið bara too weird sko en nei, það var nú ekki þannig sko en Ég hef bara það, pappi minn hefði aldrei getað það. Hann hefði aldrei getað að fara að kenna. Ég ætla ekki eins og að fara. Það kom loksins góð frétt, já, svona neikvæða fréttir með drikkju í fjölmjölum. Loksins kom jákvæða frétt. Hvað er það? Dagdrykkja hefur aukist þrefald. Það er jákvæðst. Það var kannski minna á kvöldin mennur. Þannig að dagdrykkjan sem við erum alltaf búin að tala um á Peppa lengi. Er það því að þið líður blöð með Peppa? Það var snúa fólki í dagdrykk. Hún þrefaldast Fólk er bara að sipa fyrr Ég held að það sé eitt að jákvæða sem kom á COVID Já, ég held að það sé meira COVID heldur en FNÍ. Það var að fullu 5 nótt fyrr og fyrr heim og hætta fyrr ná svefn og vakna ekki það Þetta var jákvæðast að svona áfengisfrétt sem ég sé þetta langa tíma Sko félag minn var í námi í Noregi og hann sagði mér þetta, þú veist, ég man þetta var svona 2000 og já, þú veist, ég hef bara verið 20 og eitthvað ára Þá var hann einmitt að segja mér bara, já, við byrjum alltaf að fá mjög bjór í grillveislu og ég er bara alltaf komin heim til mér 12-1 Já, Íslendingar hafa svolítið verið einir í þessu sko Sko ég man eftir þegar ég var svona að stunda bæinn Það er ekki það mörg ár síðan Ornisteindi Jó, það eru náttúrulega alveg bara mjög mörg ár síðan í rauninni 7 ár kannski En allavega, þegar maður var að fara svo, sem mest í bæinn Þá man ég eftir að við vorum alltaf með í Mosó Þú voru partí í Mosó og svona Við vorum alltaf með við er klukkan orðin 2 að ef hann var orðin 2 þá svona Já, það nendur ekki niður í bæ Nei, þannig að við vorum yfirleitt að lenda í bæinu svona 2 kortir yfir 2 Það var bara svona basic að fara í bæinn Sem er komið líf í bæinn sko. Og þú veist þetta, það ætti að vera basically búið að loka í klukktíma sko. Þetta er búið að snúast við í dag Herðu, ég var fárveikur í vikunni Ég fekk, þetta var ekki Nóró Ég fekk gubbpest og niðurgang og bara upp og niður Ekki ógeðslegt En er það ekki Nóró? Það var vist eitthvað að ganga Hvernig veistu þetta ekki Nóró? Það er kannski aldrei verið sólarhingur Það er verið lengri En aldrei setti ég á mig blei, Steinþór Nei, ég heyri samt að röddin brotnaði þetta Það var samt með niðurgang og ælupest At the same time Nei, hann var ekki blei Hann ældi bara einu sinni Ég ældi bara einu sinni Já, þú veist, þú voru að æla allavega svona 7000 áður og fyrir blei En aldrei það sem ég langaði að segja Aldrei kvarlaði að mér Þennan sólarhing sem ég leiði hræðilega Því að hitt var að gerast oftar heldur nælan Aldrei hugsaði með mér, ég er fertur Ég ætla að setja mig blei Það er rosalega munur því að fá eina gubbupest eina ræpupest og Nóró Þú veist ekki hvort þú hefði verið með Nóró Nei, jú, ég meina, þú ert með Nóró þú fer á klóstið að æla og kúka á bara svona 4 mínútur fresti og ert bara, þú veist, þú þarf bara að drekka vatn til að fara ekki sjúkrahús þá ertu með Nóró það sem þú varst með þar þú kúkaði 5 sinnum yfir sólarhringinn og ældir einu þú er bara með barnapest, ælupest þú veist, þetta er venjulega ælupest það er bara einhver djún mættir í stúdíu hann er bara að kynna sér heyrði mér þú fer Nóró það er, ég og mitt Nóró fólk við hlægjum að þessum pestum sko. Ég hef meirist að hugsa því að það var eina sem að fekk mig til að brosa þegar mér leið hræðilega þarna mér leið ógæslega ég var fárveikur og ég actually svona brostið þér hugsaði bara hver eru líkurnar ég röldi hérna upp í herbergi hans Matteo og taki hérna blei og setja hérna svona undir mig það var aldrei ég myndi freka skít í rúmi það gerir engin helvita maður það með gubbupest en ef þú fær Nóró þá ertu í alvöru þú veist mál er að ég get útskýrt það gerir engin helvita maður það punktur jú ég get útskýrt pestana fyrir þér ef þú liggur eitthvað þú veist ef þú varst skilur veist hvernig Nóró pest virkar þú verður einhvern tímann að sofa, þú getur ekki vaka endalust þannig að ef þú fer að sofa og ertu 100% að því þú varst með Nóró þú vaknar basically
nánast bara við það að gera hlut, bara æla eða hitt. Þú veist, þú nærði ekki að vakna og vera eitthvað svona, ég mér flögust, ég er að spája fara á baðherbyggju og aðtöða hvort ég þurfa að gubba. Það er gubbupest. Nóró er bara, þetta gerist bara. Það er munurinn. Skilur, og ég held þú hafið ekki fengið hana. Kast bleið í Nóró. Nei, af hverju er það engin annar sett á sig bleið af barninu Ég held bara sinni? hann var ófeimin að ræða. Ég var bara ófeimin að ræða. Það mannst ekki eftir þessu að voru einhverju 40-50 skátar sem voru bara, hafa bara búið innsigla hús. Þeir máttu ekki fara út. Nei, þeir voru ekki með bleið, þeir voru bara liggjandi í bala. Þeir lágu bara í baðkari bara, eða eitthvað. Þú veist, þeir voru bara búið innsigla hús. En mundur þú segja, ég var í því, sko. Ef þú væri under oath með höndin á biblíunni sem ég veit þú trúir ekki á. Já, ég væri með Nóró. Nei, já, en ef að judge myndi spurja þig under oath, áttu það til að íkja hlutina aðeins, hverju myndur þú svara dómaranum? Ég myndi segja já. En í þessu tilfelli það er bara ekkert við það sem er ríkja. Það er bara hann. Þú veist, þetta var ógeðslegasta pessi ég fengi. Og málið er, ég setti líka ekki á mig bleið, ég setti á mig skjöld, sem er líka því að ég setti inn bara basically eins og pappakassa eða eitthvað á milli rass og nari. En akkur tók að selja þetta? Við sko myndum mókus út. Þetta er til út um allt. Já, en með þú að selja mynda þér framan á með sverð, skjöld. Já, ég hef sendt ykkur mynd, þetta heitir mér þess að það hefur einhver tekið mínu hugmynd, þetta heitir Shields. Þetta væri góð partí. Ég hef ekki sýnt ykkur þetta. Myndin sem ég tók að einhver staðar út í Erlendis. En það er líka eitthvað sem á fullt að þú varst með barnableiu. Núna, afgrín, ég nefndi ekki að fara í þetta. Það setti tvær saman. Ég veit það. Nei, þetta var ekki tvær saman. Það setti ekki tvær saman. Nei, þær eru bara saman pressaðar í bakanum. Þú settir ekki að þið bleiu fyrir 30 ára barna. Jú, það settir ekki 2-3 bleiu saman í eina bleiu. Þetta myndi koma því hérna bara yfir mig, skilur bara með mjálfrænda mína. Það var sem var skrítið, sko. Hann var með eina barnableiu, veit ekki. Ég basically, þetta er bara pressu bleia, alveg svo hún kemur úr pakkanum. Já, ég veit hvað það er. Ég set bara þannig inn á narið. Þannig að þú varst að segja núna, þetta var barnableia. Já, þetta er bara basically svo hún gerir í, þú veist, ég hefði alveg skilt að tekið bara peysu eða bólu. Hversu óð var Sigrún í því að þú sáði að lappa íbúðuna með bleiun upp úr nærbúksunum? Ég var lappat eldhúsið með rauðisglasið Sigrún hefur alltaf Var samlið þá kvöldið? Hún hefur bara gaman að mér. Þú varst ekki að lappa með bleiuna? Hún hefur bara gaman að mér, kona mín, sko. Var þetta ekki bara upp í rúminu? Jú, þú varst ekki með þetta áður í nærbuksunum bara lappandi Þú verður áttu einu og þú verður að ná því. Nú ertu bara að hljóma eins og eigin. Ég er að spyrja. Ok, þú verður nú að hlusta bara þess. Ég setti aldrei á mig bleiu. Nei, ég veit það. Ok, það er bara leiðu við vitum það, þá er hitt svo auðvelt. Það veit ég. Já, hitt er bara basically. En það sem ég hef alltaf verið að rífast við þig er að þú varst með bleiu. Ég ætla að sína. Þú varst með barnableiu. Ég ætla að taka hérna svamp hérna. Þetta er kannski ógæslegt að setja þetta inn á mig. Þetta er hérna á mækarna. Ég sleppti þig. Ég set bara hérna, þetta er bara sími. Ég set bara svona inn á narið. Já, setur bleiuna þar inn. Já. Það sem ég var að spyrja þig. Þetta geti alveg verið bara svampur. Þetta var bleia samt þetta ekki. Þetta hefði ekki verið bólur. Ég veit það, þetta hefði ekki verið hvað sem er. Þetta var bleia. Já, því að mér fannst það mjög sniðut. Af því að fólk kúkar og pissar í bleiur. Já, það eru yfirleitt svona gerðar til að halda svona hlutum. Akkurat, en núna er síðasta spurningi mín í þessu máli. Svo er þetta bara búið. Já, þetta er löngum búið. Ætti að vera það. Við skáum að ræða þetta. Varstu með þetta bara upp í rúminu? Bara upp í rúminu. Já, þannig að þú varst ekkert að labba eins og annars. Nei, af því að ef ég er að labba þá bara get ég stokkið frá. Hitt var basically, og svo hættur að ná ekki að vakna við það. Eða ég myndi vakna og ég næ ekki að fara fram úr. Nóró er þannig. Þú er áttu á því að þetta er ekki gubbupest. Skilur, þú ert að líka saman bara Holtzvíki og flensu. Jú. Ertu ekki að líta og veikindum mínum? Nei, þú veist, æla einu sinni. Þú fekst leikskólapest. Ég var með Nóró. Veistu hvað það er? Já, veitu hvað það er? Þú ert búin að útskýra þetta. Dæmi sem þú innsigla skáta inn í hús. Við erum alveg sérfræðingar í Nóró. Já, ég er bara að þakka fyrir þessa skýrslu. Herðu, annars erum við með alveg þátt Jú, við viljum ekki bara ræða bleiur og kúk og það sé ofta allt hérna hjá okkur. Það var nú ekki planið að fara svona djúft í skjöldin. Það var að læsa 20 skáta allar með Nóró en einhverju sögumbústað sko. Það var aðeins dæmið maður. Það er þreytt bústaðaferð það sko. Það er rosalegt sko. Bústaðaferð getur verið nógu þreytt. Hvað þá þú ert bara með 50 mann skítandi í kringu þig? Já, maður á aldrei að fara í bústað nema bara sko max 1 par með
Hann til frekar fara aftur í bústæðin sem við fórum í stekkjun. Ekki var hann nú upp á marga fiskar. Þú ert aldrei að fara með 30 manns í bústæð. Búki með bókaði ódýrasta bústæðin sem var fann. Við ætlum að fara $1,000 síðan það. Við ætlum að fara með þáttinn. Við erum með klefa í dag. Það var engin klefi í síðustu viku. Og þetta er gamli, þetta er svona eiginlega nýjasti liður F95 Blue og heitir Hverfisgrúpan. Það er eiginlega allir á landinu í Hverfisgrúpu, hvort sem við veit að því eða ekki. Þá eru Hverfisgrúpur held ég fyrir bara allar götur í öllum bæjum. Og við Steindi nýtum okkur það að ringjum í eitthvað fólk og erum að tala hvað sé að gerast í Hverfisgrúpunni og þetta hefnaðist bara nokkuð vel í dag, ég hló allavega. Við erum með spurningkeppni Gilsarans og ég veit ekki eins og hvað það er ekkert í gangi núna. Nei. Hvað er þetta King of Haust eða? Sko, ég var að hugsa King of Haust en það var einhvern veginn mjög boring. Fyrsti vetradagurinn er einhvern veginn 28 og ég hugsa, hvað er í gangi? Það er ekkert í gangi. Við erum að fara út til London í næstu helgi félagarnir. Já. Og King of London? Síðan voru að hugsa, King of London hljómaði boring líka sko. Þú myndi alltaf pakka því saman. Ofta verið fullur þar en Steindi. Ég er ekki mikill fan á London sko. Nei, London sko, ég er bara að kynna mér London svona kind of sucks. En þú veist, þetta kynnaði London. Fólki að það ekki Þetta kynnaði London. Já. Og rosalega saga bak við London sem ég er búin að læra í my research. En málega er að þú veist, vissi að London er basically financial hub of the world með New York, basically. Ég held að það væri bara Wall Street, New York. Bara New York og London. En betur, hvað er þetta? King of Dollars. Það er ekki dollarar Við vorum að fara í the financial hub of the world í næstu helgi félagarnir. Ég veit þetta langsam. En af hverju er þetta ekki King of Pounds? Þú veist að fara til London. Þannig var King of Dollars skemmtilega og pluss að mennfalli AC og þar eru dollarar King of Drinking, þeir drekka mikið málega King of Breakfast, eru þekkti fyrir English Breakfast. Já, ég veit King of Breakfast myndi. Þú voru að reyna að tengja þetta í London fyrir að tala dollara. Hvernig á ég að tegja King of Breakfast í 10 spurningar? Þannig að hver er King of Dollars? Það hefði getið verið King of Cash eða King of Money. Sturlaða staðrindir. Ég tók eftir því drengir af því að þið gerir grína mér. Ég handskrifa öll handrit. Rétt. Og hérna stendur sturlaða staðrindir og þessar átt að vera föstudaginn 1. september, þannig að það er að verða mánuður sem við fórum í sturlaða staðrindir. Ég ætla að koma þeim að í dag. Kannski náðum ekki. Við búum að hatusbref og það eru margir brjálæðir yfir þessu. Heldur þú að munur einhvern tímann hérna svona finnit upp á lofti í framtíðin og selja þetta sem málverk? Ég er svona eins og Bubbi, selja gömul F95 blöðhandrit. Það er kannski eftir 20 ára eitthvað. En heldur þú söllu það? Nei, ég átt alltaf kannski ekki alveg valuable og bara söngtekstar. Nei, helviti langt frá því sko. Það er 25 ár, ég meina Geti selt þetta og geti verið menn þó í loftinu. Geti fengið nokkra þúsundkallar fyrir þetta. Já, hérna svo erum við með kortmyndur frekar, við erum með How do you do fellow kids, eða ekki? Okkar besti maður Frikki Dór ætlar að kíkja hér í stutta heimsókn, þannig að ég myndi segja drengir þetta væri bara helviti þétt í okkur. Hann er alltaf í svo miklu uppáhaldi, hann Frikki. Já, hann er snillingur. Er það að taka lagið þegar okkar félagana? Nei, ég held að hann ekki að koma með kassagítar, en Frikki hefði út að hlusta, það máttu koma með gítarinn. Þetta með? Já, ég myndi segja sko að Frikki Dór, svo náttúrulega Páll Óskar og fleiri, þetta er King of Pop á leiðinu til okkar. Það er rosalega. En hver myndi þið segja væri svona þetta King of Pop? Hvað nafn kemur upp í hugan? Það tala Íslandi eða? Nei, bara ever. Ever? Já, hvað nafn kemur upp í Það hugan? vera þinn maður MJ. Thank you. Andli Jackson. Fíli kynni og gilsar hana. Þetta er rosalega. Thank you. Þetta lag heitir Smooth Criminal og kom á blötunni Bad á sín tíma og þetta er ránd. Ok, fílíkt lag maður. Smooth Hvað segir hann? Annie, are you okay? Annie, já, hann að syngja til Annie. Ég hef aldrei pælt í þessu. Hann að spyrja hvort það sé í lagi með hana. Annie, are you okay? Herðu, það er eins og að komið að slúðri hér í F95 Blöð og drengir, ég er með svona sæmilegan pakka fyrir bæði ykkur og hlustendur. Búin að vera nefnilega með frekar flotta pakka sko, undanfarið. Mér finnst þetta mjög fyndið þegar Egil sagði við mig hérna að það var ekkert í man ekki, hvar voru við þegar þú sagði að þú ert búin að vera sjóðandi heitu með slúður. Það búið rosalega. Og það var ekki eins og við vorum ekki að fara í þáttil eða neitt. Það var sjóðandi slúður búin að vera gott í að vera bara síkast í en það setur press á mig og ég nei, maður á aldrei að gera lítið úr því sem maður er að fara að gera. Það er eiginlega búin að tísa því að þetta verð ekki af gott og vanlega. Já, ég næði strax hérna að ég byrja á Kim Kardashian. Já, hún er að slá sér upp. Vilja menn að núti eða fólk meina að hún og Odell Beckham Jr. sem að var hjá New York Giants veit nú ekki hvað hann spila núna, en hann er í NFL og þetta er svona víst nýjasta parið í Hollywood. Ég sá þetta með Baltimore Ravens.
Ég held hann að vera í LA Chargers Kardashians og Beckham Ekki Kardashians, hann ekki með öllum systrónum, hann með Kardashian Ég var sá þetta daginn hérna Er þetta staðfest lúður eða? Já, þau eru búin að vera allavega að sjá saman tölverst. Ég vonað okkar maður hvað heitir hann, Kanye West eða Ye, hvað sem hann kallar sig. Já, ég vona að hann hagi sér svona eins og fullan maður núna. Já, greið bara Pete Davidson bara hann þurfti að fara á eitthvað heilsuhæli eftir þetta samband og ég er ekki að grínast hann var bara í rugli eftir þetta allt hvernig heldur það sé að vera bara með frægasta mann í heimi bara kallaði Skeet Davidson og eitthvað Já, hann er líka hann er í gýr þessi dag hann var alltaf að jafla sig okkur bátan í Feneyjum og banna núna þar sko þannig að hann gæti ekki gert það fyrir luktum dyrum Já, bara undir þú getur alltaf að eitthvað bás niður í þessu bátun, það ekki? Já. Ég held allavega Ég er ekki heimsfræði maður, ég hefði farið þarna niður Ég veit ekki alveg hvort að sko, fjölmiðlar eða fólk nenni aftur að vera standi því ef hann lætur svona Já, jú, allt sem selur blöð maður Já, ég er að segja, þú veist, en auðvitað er þetta náttúrulega bara Þú sagður daginn stór orð, þú sagður þú væri bara pínu þreytur á Kanye af því að hann var klættur, mannst ekki hvernig klættur sem voru að lappa götun og sagði þetta væri bara gert fyrir aðtekli og eitthvað Já, ég man nú ekki hvernig ég orðaði það en ég sagði svona Nei, mér fannst bara hlutabrifin aðeins að vera að læka en eins og ég segi, þá bara ég veit, þú veist, þetta er náttúrulega bara á fjölmunum þú veist, hann er ekki ef fólk nennir að skrifa þetta og vill fjalla þetta, nennir fólk að lesa þetta til að byrja með, menn fólk nenn að lesa aftur Kanye West, fúlan út í NFL-gurinn, myndið þú nenn að lesa Já, bandar ekki myndi lesa það Ég myndi ekki persónulega opna fréttina sko. En ef þið nota Beckham-nafni svo NBL, þau sveikum mig hann á að rýtt líka þegar fyrirlunum að eru Kardashian og Beckham að stinga saman nefi mér smelta á þess að frétta á náma á sekundu bara 0-1 smelti, ég bara hvað að gera þetta Nei, það var ekki Beckham Þetta var einhver bónusútgóð af David Beckham Þetta var Odell Beckham Svo eru fleiri að slá sér saman því að Travis Keels talandi NFL-leikmenn hann er vist nýjast elsku í tónlistakonuna Taylor Swift og þau eru vist eitthvað að deyta en svo var TikTok-stjarnan Alex Earl hún kom vist öllum óvart í hlaðarpsþættinu sínum Call Her Daddy það er rosalegt nafn á podcasti Call Her Daddy þegar hún sagðist vera heit fyrir þessum gaur og fólk vildi meina hvað er hún að ef þau vilja bíf hvernig er lagið þarna hvort hún að vera að leita einhverju bífi við Taylor Swift ég held að það getur ekki farið vel því að Taylor Swift er held ég bara stærsta popstjarnar heims Svo NFL-koncept á blöðu dag í slúrinu Já, er þetta lélegt það? Nei, þú veit Ég horfði Taylor Swift maður sko Já Og líka tengingi á henni og ég þegar mástu hann ég niðurlega en hann á sviðinu sínum tíma Já, hörðu, góða punkt Mástu rey mækin af henni og vildi meina að sagði að Beyoncé átt að vinna fyrir sem besta myndband Já, og var sér til skammar og sinni fjölskyldu þar sko Það var hræðilegt moment Já, það var umulett sko Beyoncé had the greatest video of all time Ég held að það gert mikið fyrir Taylor Swift því að allir heimur og vorkendinni sko bara í því momenti Og svo náttúrulega móti var hann, þú veist, er hann skilur bipolar sko Já, en Taylor Swift, sko, ég veit ekki fer hún eitthvað undir ratrinu hjá Íslandingum með það því að hún er langstærsta popstjarnar heims í dag þessi túrunar, ég var að sjá eitthvað tölur hún á tónleikaferðalagi og það er galið dæmi sem er í gangi sko. Og hún er að berjast mikið líka fyrir hún er að djöflast í þessu mastersmálum og er að taka þungan á því sko, sem er helviti flott en hún líka fer í okkur location og breyti bara the economy á svæðinu næstu árin öll fylkin vilja fá hana sko, við þurfum að fá hana á klakan það gæti kostað eitthvað með hvernig sviði hjá henni lukkar og svona lokaslúður, síðasti mólin er bara lélur NFL-móli líka Nei, það er hún Ariana Grande, hún var mist að viðkynna núna loksins, hún var búin að neita því í mörg ár hún hefði aldrei farið í lítaðgerð svo voru komið svo mörg TikTok sem var að sína munin á nefin á henni og eitthvað fleira þannig að hún Hvað letur hún laga á sér? Nefið og eitthvað meira? Já, viðkendi grátandi að hún hefði verið að setja mikið fyllingarefnum í varirnar og Botox en hún var hættu svo öll núna Svo var Þetta er bara leiðilegu móli Katy Perry að selja allan katalógin Já, Katy Perry seldi hann fyrir bara milljarða Mér finnst það svolítið skrítið, það er allir að selja lögin sín Justin Bieber daginn Er allir í Botox nema við félagarnir? Eru einu þrý sem eru ekki komin í þá veistlu það? Já, myndið þið segja frá því þegar myndið að fara í Botox Já, það er miklu verður að fara í það og segja ekki frá því sko. Já, sér maður strax munum Mjög mótt að fara í það og bara hvað segir þú?
Hvað eitthvað nýtt við með eitthvað? Var þetta bara svo, ég myndi alltaf í labba þetta, ég myndi blöð með hár og Já, þú verður bara að segja, ég er góður, ég var að koma á Botox. Þetta þarf að vera þannig, sko. Já, er það eitthvað sem að þið að skoða? Nei, alls ekki. Heldur langt frá þig, sko. Ég er bara skýt hrættu við alla svona lítið. Ég var alveg til að vera lítið að gera, ég myndi vita bara, ok, þetta verður í lagi, sko. Ég get ekki komið bara út eins og tyggjóklessa, sko. Ég myndi ekki þora þessu, sko. Ég er ekki að grínast. Maður hefur séð að klikka í fólki sem á endalaust pening. Þú veist, bara frægustu Ég meina, við séð Madonna eða Simon Cowell í dag. Ég veit það, þetta er bara agalegt. Þau aðeins meiri peninga við, með fullri virðingu fyrir íslensku lítalæknum, að þá hljóta þau að fara í the best of the best. Og þú lítur út eins og köttur eftir það, þá er ég ekki að fara að gera þetta á Íslandi, sko. Bara aldrei. Ég held samt þetta sé algengara með öldum. Þess að þú getur að fara í, það er margir minni bestu vinum að fara til Tyrklands í hárigræslu, sko. Það er mjög vinsælt þetta, sko. Já, ég bara... Þú getur komið heim bara með beautiful hair. Ég veit ekki. En þú þarft það ekkert, þú bara gengur mjög vel hjá það núna og sköllur. Ég sverða, ég langar það bara ekki. Er maður ekki, þú veist, er þetta ekki líka þannig að allt sem þú ferð og manni líður eins og þetta komið tvöfalt tilbaka, sko. Já. Eða þú veist, svona smá. Hvað þá, ég verið með tvöfalt hár? Nei, þá er ég að tala þú veist, að þú ert að fara að laga sprautið í drasli, sko. Já, ég held að það sé erfitt að hætta þú ert að byrja. Já. Og það er alveg nóg mikil fíkill í mér, ég menna það var nú bara fyrirsögn á mbl.is að ég væri spilafíkill, þannig að ég ætla að sleppa þessu. Það var rosalega þitt. Já, ég ætla ekki að fá fleiri fíknir. Þú elskar bara að breyta $1 í 2, sko, það er goddamn crime. Við skuldum auðvíkar. Þetta er þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við Steindir komnir í klefan góða. Vorum hérna áður við settum á rek og fyrir ykkur sem skilji það ekki, þá er það upptaka. Áður við og upptöku hérna að þá voru að fara yfir hvað ættum að gera Steindi og við svona fórum að hugsa, hefur ekki einhverja gamla og góða liði þar til að við föttum við eigum náttúrulega nýja lið við eigum eitt nýjan sem að við erum búin að vera vannrækja svolítið og sko, er þetta ekki hittari? Við þurfum eiginlega að spyrja fólk hvort það sé ekki ánægt með hennar lið Sko, ég er helviti gaman á honum, þetta er hverfisgrúpan Þegar þú sagði, eru flestir í hverfisgrúpum sko. Það eru allir í hverfisgrúpum og það er alveg sama hvert þú ringir út á land eða mér er oft skemmtilega að ringja út á land við getum líka bara ringt í Kópavoginn hvað sem það er að þá eru eiginlega allar götur í hverfisgrúpum og þessi liður, hann er ekki flókin við ringjum í fólk og erum að segja annarkvort hvað við höfum verið að skrifa um það í grúpunni eða að sé komið eitthvað inn á grúpuna sem er í töðun okkur vorum við ekki að tala um að nota hundin aftur? Það ætla að hafa hundin bara Ég meðst hann eiga allavega eitt klefinni Ok, þetta er mjög skrítið fyrir ykkur sem er heyrðið í fyrsta sinna þá er greinlega ég ekki bara byrja mér finnst eiginlega þægilega Já, mér finnst langar að klára þetta ég var eiginlega bara til að þú gerir þetta einn Mér finnst líka þægilega þegar þú byrjar Það er bara flott sko Svona til að hita þig upp Það var alltaf rifrildi hjá okkur Sveppa í galanda í falli myndaðel Þú vildir aldrei byrja Það var skemmtilega að vera uppi Detti gýrin við að hlæja af Fattur, ef Sveppi byrjaði þá var ég grænjandi og hlátur upp á myndaðelni að hugsa, ok, nú hlakka ég til að því að svo þegar þetta er sýnt, þá viltu láta hlæja þér það er bara athyglisíkin í þér þannig að það, en samt finnst mér í atvinnu betra að byrja Já, þetta er svona svolítið að ríða plásturinn Já, ég held það, ok og ég var að vinna með, það var eitthvað vídeo mér og hundi Er það ekki? Já, ok Þá ætlum ég að finna hérna eitthvað gott nafn, hörru, ég kom með þetta hérna Já, bara bjalla Erstu ready? Já, ok Já, halló Júli Já Og svo ætlum við ásið hérna Hörðu, ég ætla að tjekka, ég ætla nú að hafa þetta fljótt Ég er að reyna að ringja í liði, ég veit ekki hvað ég postaði þessu upp á að taka þetta út Varstu búin að fara þarna inn á hverfisgrúpuna á Facebook? Varstu búin að fara eitthvað nýlega inn á hverfisgrúpuna okkar á Facebook? Hvað er hverfisgrúpa? Það er grúpa hérna fyrir Heiðavegin Þannig að þú er ekkert farið inn á þetta? Nei, það er kannski brágætt Já, það er eitthvað sem að setja inn hérna vídeo og ég var að rölda hérna í gærkvöldi og er eitthvað að fíblast í hundinum hérna sem er í húsinu við hliðina og það er eitthvað sem setur þetta inn á grúppuna og vídeo lítur ekkert allt og vel út fyrir mig sko Ég veit ekki einu sinni hvað talinn sko Nei, ég er sem sagt, já, bara í fljótu þá er ég að labba þarna og ég er bara á stöðbuksun og ég er nýkomin úr sturtu og ég sé einhvern hund og ég fyrir eitthvað að fytla í honum ég er eitthvað að leika við hann og hann æsist við það ég er eitthvað, og held þetta væri bara til gamans gert og það er eitthvað að taka vídeo af þessu og svo núna er inn á hverfisgrúpun okkar hérna fyrir Heiðavegin eitthvað varðið eitthvað á hundapervertinum
Ég veit ekki hvað sett þetta inn, ég er að koma staði því að það þarf að taka þetta út, ég var bara að leika við hundin, ég var ekkert að fylla við hann sko. Já, ég kem alveg að fylla með þessu, ég er ekki neinn grúpi með þetta sko. Nei, þannig að þú ert ekkert inn á Facebook-grúpinu? Nei, ok, það er gott, þá ertu ekki búin að sjá þetta. Ekki svo ég veit til. Ég finnst ekki eins og hann væri með stampínu. Hvernig veit maður hvort að hundur sem er stampínu eða ekki? Mér finnst þetta svo skrítið allt eitthvað. Ég sverða við, ég ætlaði bara að leika við hann. Já. Svo var ég að reyna að leita að, það var með svona merki og bara reyna að sjá hvað hann heitir, en ég snýr honum við og ég ligg svona ofan á honum og er einhvern veginn svona leita merkinu. Og þetta er bara leita ítl út, en fókitt, ég þarf bara að komast að eitthvað settin og það þarf að taka þetta út. Eða segja bara gaman að sjá fólki í hverjum að leika við hundin, ekki skrifa varið ykkur á hundapervertinu, sko, mér finnst þetta bara ógeðsleg fyrirsögn. Já. En ég ætlaði bara að reyna að heyra í fleirum hérna á heiðaveginum og sjá hvort að einhver viti þetta. En ef þú ferð inn á hverjusgrúpun okkar, þá máttu kommentur undir, gaman að sjá þig leika við hundin eða eitthvað svona, eða stemming í götunni eða eitthvað svona, eitthvað jákvætt fyrir kallinn. Ég er ekkert á Facebook mikið þannig að... Nei, ég er að segja að þú ferð inn, þá máttu hendi ykkur jákvætt og setja like við mitt, ég setti sjálfur eitthvað, hvaða, má maður ekki leika við hunda lengur hérna í hverjunu, ég dyrka hennan hund, ef þú myndir setja hjarta á það eða like eitthvað, þá er svona eins og ég sé að fá smá stöðning kannski. Allavega, ég beð að hilsa. Ég ætla að reyna að finna betur út og ok, bæ. Jesus, hvað er þetta? Sko, ég veit ekki bara hvernig maður... Ég máli að hann vildi ekkert með þetta hafa, sko. Þetta ekki? Nei, ég meina... Ég hef verið að hugsa í síntalinu. Út á hvað gengur þessi liður? Hann gengur ekki út á neitt. Jú, hann gengur að við erum alltaf eitthvað og fyrir ykkur að slistna að þvælist ykkur hundum og erum að henda á Facebook. Það er eitthvað svo vormaður. Já, þetta ágætt að vera þægilegt. Þetta er bara erfið síndur. Já, ég ætla að ég elska þetta ástæðan fyrir ég vil byrja. Þetta er svo gott að vera búinn. En þetta eru bara síndur sem við þurfum að taka. Nei, við þurfum alls ekki að taka þetta. Nei, svo er það líka. Við erum ferstuði menn. Já, ég meina, við getum bara gert eitthvað annað. Flokkar þetta sem vinnu. Sem við erum að gera núna? Já. Eiginlega ekki, nei. En á ég ekki að hringja eitthvað? Já. Í einhverja grúpu? Jú, hvað viltu halda við nafni Albert? Já, bara, þú mátt bara ráða, þú ert við tölvuna. Ok, en þarftu ekki að vita Eina sem ég þarf að vita er sko, hver ég er. Já, hérna er sko einn Albert. Í hvað göttubíð og svona? Já, þú ert í Tjarnabraut á Bíldudal. Já, en ef þú fórst núna á símakrona, fórst bara í beint í A. Þá erum við búin að ringi í þetta fólk. Nei, ég hef aldrei verið með nafni Albert. Ok. Ég bara veit það. Ready? Já. Ok. Halló. Já, Albert. Það er hann. Já, sætla blessaður. Sýrnir hérna í sömu gött og þú í bíðinu 5 hérna á Tjarnagötunni. Herðu, ég ætla að Hvað sýrðu? Ég bíð hérna á Tjarnagötunni. Númer 5, ég ætlaði bara að ert þú búin að sjá þetta á Facebook mig hérna í hverfisgrúpunni? Kom pósturinn hann í gær hérna með hundafróaran. Heldur að ringti rétt númer? Já, ég er að ringja bara núna í fólk bara, ég er nú bara aðtuga svona hvernig staðan er sko, mér finnst þetta að vera svo steikt, þú veist, það var hérna, þú veist, ég fæ kannski aðeins að segja frá því hvað gerðist bara, þú veist, það kom hérna að í hundurinn sem er í alltaf hérna bangsi sem býr hérna í nummer 9 sem fólkið á, hann er alltaf að þvælast laus, þú veist, og er í garðinum með mér og var fyrir framann og svona. Og hann er að gelta á eitthvað og ég kem út til að svo tjekka á hann. Þetta er skemmtilegur hundur. Veist ekki hvað hundur er að tala um? Bangsa? Nei, ég ekki sem þetta ekki rétt núma sko. Jú, þetta er svona Fox Terrier bykkill, svona minkahundur sem er brúnn. Þú nú alveg séð hann í göttunni. Ég er ekki vissum að þú setja hringi réttan mann sko. Og er þetta ekki Albertinn á Tjarnagötunni? Nei, ég er nú reyndar sko ekki á Tjarnagötunni. Nei, ég veit það, en þú veist, ég er að hringja bara í fólki þetta sem svona er inn á síðinu sko, inn á grúpunni sko. Og er ég á þessari grúpu? Já, þú ert inn á grúpunni sko. Þú veist, og ég ætla að bara Hvaða grúpa er það? Þetta er bara, hún er bara, þetta er Facebook-grúpan bara hérna, hverjusgrúpan. Ég langaði bara rétt að segja að þetta er svo mikil miskilningur sko. Þegar ég náttúrulega byrja að leika eitthvað við hann og svona og þá byrja að koma svona eitthvað raukt, þú veist, þetta er svona pipar. Nei, ég veist að þú er bara hringið einhvern snar kolvillu sem aðeins. Ég breyka nú á þessu, svo ég finn bara alveg hringilin. Já, ég er að segja því að hann er að gelta fullu. Ég er náttúrulega bara eitthvað að leika við hann.
Nú eru eigendundir eitthvað pirraðir yfir þessu. Ég er bara að leika við hundin, hann er að gelta og ég var að gelta og þú veist, maður er alltaf að fíblast í honum, þú veist, helviti þetta báksinn, maður er bara að klóra honum og eitthvað svona. Já, það er bara byttuð afsökunar eða þú ert að anskotast í hundinu þeirra. Nei, ég var ekkert að anskotast í honum, ég var bara, ég er að leika oft við hann, þetta er bara, við erum í rauninu ágætt skunningar, ég basically að segja, ég er að hnoðast eitthvað með honum og eitthvað og svo allt í henni kemur eitthvað svona pipar hérna á mig og ég vörinn á mér og eitthvað, fólk heldur að ég sé bara eitthvað galinn maður, setja þetta upp í mig og hvað, ég veit ekki maður, ég vil bara kannski bara eitthvað galinn. Nei, alls ekki, ég ætlaði bara aðtöða hvort þú væri að inni, hvort þú getur Ég er ekkert inn í neitt grúpu, ég er alveg saman það. Já, ég skil það alveg sko, ég ætlaði bara hvort þú getur sett inn á þetta komment og væri búin að heyra í Sýrni og Ég er ekkert í þessari grúpu. Nei, hvort þú getur bara heyrt í Sýrni, svo bara ég heyri í Sýrni og ég veit núna hvað það máli Ég ætti ekki að vera að heyra í neinum. Hvað heldur maður að segja allt inn í orðinu ykkur hundarsjúari hérna? Ég veit ekki hver þú ert, hvort þú er hundaperri eða ekki, mér er bara alveg saman það. Nei, ég er engin hundaperri. Það er ekki þannig. Nei, nákvæmlega. Alls ekki. Hvað er það að ringja mig? Já, þú ert inn á grúpunni. Ég er að ringja alla. Ég er ekki inn á neitt grúpu. Ég var ekki eins og heima að það. Býtu, hvað býr þú? Ég ætla ekki að vera að gefa þér hvað ég bý. Ég bý alltaf ekki að reyna í Tjarnabraut. Nú, heyrðu, þá er ég að ringja Vittlason Albert. Það er það sem ég er búin að reyna að segja nokkur sinnum. Já, má ég adda þér að inn svo við getur sett á mig. Ef ég adda þér að inn, getur þá sagt allavega í kommentum að þetta sé ekki eins og þetta er að því að hann alltaf kjálinn á móti tók þetta allt upp maður. Ég veit ekki bara eins og hver þú ert eða nokkuð skapaðu hlutu. Hvað er ég að fara að setja eitthvað inn á okkur grúpu einhvern mann sem ég veit ekki eins og hver er? Nei, já. Herðu, en við náum ekkert lengra með þetta en ég bara allavega svona milli mín. Nei, við náum ekkert lengra með þetta, ég held að það sé alveg deginu ljósara. Þú veit ekki hvert við ættum að ná með þetta, ég veit ekki eins og hver þú ert, þú er ekki í þessari grúpu þannig að þú bara hringir eitthvað rangt númer og ég er búin að segja þér nokkur sinnum. Já, fyrirgeðu þetta, ég er ekki ykkur skrítin kall sko, þetta var bara áhefni. Ég heyri það á öllu að þú ert ekkert skrítin. Nei, herðu, en hérna, já, þá bara góða helgi og ég ætla að ganga þess að þetta, ég bara hringdi vitt svo mann, ég skildi ekki. Ekki málið. Heyrðu, já, segjum það. Já. Segðu það, já. Hvað? Þetta var þetta geggja. Ég skilur það mann svo vel. Sko, hann vilst ekki tengast þessu neitt. Ástæður ég var að veifa höndum á fullum og svo fóst undir. Mér langaði svo þú myndir byggja hvort þú mættir addorn í grúpun og svo fóst í það. Shit, hvað það fyndi inn á. Já, ástæður reyta þetta því. Já, má ég adda þér í grúpun og þú tala fallega mig. Segir bara, ég er búin að heyra í Sýrni og það er ekkert að Ég veit sjálfur maður. Ég er búin að gleyma, þetta er, mér finnst, nú mann ég okkur með skaman að fyrir henni lið. Mér er skaman að þið gera þetta og eins er þetta minnst að gera þetta sjálfur. Þetta er ekki símtali sem að þú nennir að fá, sko. Bara heldur að ég nennir að sæna mig eitthvað inn og peppa þig í þínu rugli. Hvað rugli er þetta? Sjúkan hund. Hann gerði reyndar ekki. Nei, ég var að leika við hann. Já, þetta var nú bara ganslegur. Þetta er okkar nýjasti liður sem við vorum búin að gleyma að vera með. Facebook-grúpan eða hverfisgrúpan heitir þessi liður. Hverfisgrúpan, svo getur komið eitthvað ný vandamál líka. Já, við getum ekki alltaf bara að vera að fylla í ykkur myndum. Nei, ég meina, við þurfum að hafa þetta opið. Já, við þurfum að hugsa eitthvað nýtt vandamál fyrir hverfisgrúpunni næstu ykkur. Það er ekki. En við kveðjum hérna úr hverfisgrúpunni. Sturlalag hér, Valdimar yfirgefinn. Þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 drengi, klukkan að vera 5. Þetta er ekki lengi að liða maður. Nei, heyrðu, þetta er helviti fljótt að liða. Já, það er ástæðan fyrir að nennur þess ennþá því að við höfum gaman aðeins og þá er tíminn fljótur að liða. En við ætlum ekki beint í spurningkeppnina. Ég er að spá að henda ykkur í, skal ég ykkur segja, hvort myndur frekar? Já. Eru til í það? Já, ég er verið klár. Og þetta er svona, ég er með 3 og við skulum sjá hvernig þetta fyrir ykkur. Fyrsta spurning í hvort myndur frekar. Hvort myndur frekar vilja að myndur kónguló verpa eggjum inn í eiraðaður? 100% hitt bara. Ég veit bara hitt hjá mér. Sama hvað þú segir. Hitt tengist nefnilega klefunum sem vorum í. Eða það færi myndbandaðir á netið sem voruð að fylla við hund. Alltaf hundurinn. Eða það? Já. Verpa inn í eiraðir. Ég myndi velja hvað sem er. Þú getur sko, mættir skera mér alla útlimi. Frekar.
En þú veist, það þreytt samt að vídeo og Stóni hrista hund, sko. Vilt það ég held að sé mjög töluvert þreytt vídeo. Ég held að sé miklu þreyttar að fá kóngulær inn í eiraðir og ykkur náu þeim út, fara þar upp í heila og geta. Nei, það er þetta að hreinsa Ég meina það hlýtur að vera hreinsa Hvað gerist þegar þetta gerist? Það er basically bara að byrja að skríða inn í haustum á þér sko Þá er þetta svona skemmtilegra frekar að duttist í ykkur hundi eða það Því miður, eins og ógislegt og þess Men nú er ég bara að vera að segja heiðalöður Þetta er ógislegt sem ég veit sko Þú veist, þetta er bæði ógislegt Þetta er bara eins og sendi Sveppi er þetta Já, Sveppi áhældi með Nei, ég man ekki hvað hitt kom Þetta er búið að vera til lengi Jú, þetta var, ég var að hugsa eitthvað Ég var að ræða við eitthvað, bara ógislegt sem getur lendi í Þá myndi að við vorum ekkert að ræða þetta fyrir löngu síðan Bara hversu ógislegt væri það myndi kónguló byrja að verpa eggjum í hana Þegar hann kom í blökastið Hann okkar besti Meindireiðir hann saði frá manni sem að sprakk eitthvað kíli á andlitinu og einhverjum að koma kóngulær úr því það gæti verið eitt ógeðslegasta sem ég heilt á ævinni Nei, málið er að hann var að segja að hvað var það maður? Að hann var að greiða sér Nei, þetta var maður hann var með eitthvað svona, það skiptir ekki máli Ok, þannig að ætli að taka þið myndi frekar fylla með hundin og það liggur á neti Ég veit það ekki, bara Ég er náttúrulega ekki mér heitlaði við kóngulær Já Hvað svarar þú hann að búin að velja hann sagði að það er alveg sama hvað það er það er alltaf hitt bara alveg, já, ég basically þetta er eins og þegar ég spurði hvort myndið fyrir að vera sköllóttir eða þú sagðir ég teki hitt Steinar heitir hann, Steinar ég var að rifja upp hvað hann hittir, Steinar vinur hans var að greiða sér hann reif upp einhverja bólu fyrir ofan augabrúnna og það bara flætti einhverja pöttur úr því við vorum að ræða þetta it hunts me, þessi saga ógeðslegt dæmi Þannig að ég vil hitt hundin ef að þú samt við sömdum með það að kóngulær fara úr eirun og fara ekki upp í heilan okkur vesen og geta hann eða eitthvað svoleiðis hann skríða út úr eirun þá ég hati kóngulær þá verð ég að fyrir að fá það ég tek það líka sko ég þannig ekki hrista hund nei, bara engan áhuga því hvað þá það fara að leka á neti herru, næsta hvort myndi frekar að, já, þetta hefur engin áhrif á heilsu ykkar, by the way, þannig að það er ekki að nú ætti ekki að segja bara, já, bara svo mikilvægt fyrir heilsuna, lilu, ég nefn ekki að hlustu eitthvað svona boring kjaftaði. Ok, tökum þetta í gæna. Hvort myndi frekar, eins og ég sagði, hefur engin áhrif á heilsu, hvort myndi frekar, hætt að sofa eða hætt að borða? Ef að, þú veist, eins og ég segi, að og verði ég alltaf full of energy, já, bara svo ég sofi ekki, bara er ég eins bara, svo núna bara, já eins og nýr þið eru bara eins og eru á daginn þú veist, og það er ekki áhrif á heilsuna ég meina, fólk sefur bara út af það sefur enginn að það er gaman, sko jú, gaman elskar ekki að sofa nei, ég hef oft sagt það mér finnst það leiðilegt já, ég veit að þið finnst leiðilegt að fara að sofa en þið líður vel á meðan þú sefur þig ekki nei, ég veit ekki neitt af því ég er bara svonandi hvað mennur ok, hefur aldrei bara komið heim til og sagt bara, ég vil langa að leggja mig inn í sofanum og hlakka til að, nei bara aldrei það vill vera vakandi nei, mér finnst bara miklu bara eins og minn 2 ára, hann hatar að fara að sofa hann steindi fertur já, en þú veist, mér finnst bara miklu skemmtilegra að gera allt annað en það já, en hvað myndur það að vera að gera á nóttinni eitt þegar allir aðri sofandi í heiminum eða á landinu ég væri þá bara með það væri bara me time, ég væri bara gera hvað sem ég væri bara að vinna spila tölvleiki vinna hvað ekki að sofa en þú myndi að bara vera tvöfalt afkasta meiri þú er bara búin að skrifa 15 bíómyndir en að hægt að borða þú veist, það er svona lúks að fara heim til blöð þú veist, Rachel er að elda eitthvað award winning shit ég sit með rauðusglas aðna við borðið þú getur ekki tekið þetta með sko nei þannig að þið myndið var þetta létt maður myndi alltaf að hætta þessu efni frekar en mér finnst ekki heldur gaman að borða þessandi þú veist mér finnst það samt skemmtilegra en að sofa en þú veist, málega er að ef ég þyrfti ekki að sofa bara og ég geti verið bara feskur og bara þetta hefði engin áhrif á mig þá náttúrulega myndi ég alltaf kjósa að gera það og það var ekkert að vera neitt eða neitt sko, bara ef ég fengi bara valmöguleika myndi ég gera það sko ok ég vil segja þetta var góð spurning já, mjög góð þá er það síðast á hún er svona eðlilegust ég ákvað að því að ég byrjaði þarna með kóngulær og hunda og eitthvað ekkert eitthvað rassadótt í dag ég er eiginlega vaksin upp úr ég er svona orðin þroskaðastur á okkur já, varst ekki að tala um einhverja hundafróanir og kóngulær já, hvað er barnalegt við það að sé kóngul og að verpa eggjum minni eiraður barnalegt að vera í hundadæminu þú tókst það
samt. Já, en ég er að segja, þú veist, þú getur ekki sagt svona spurningu og sagt, sko, ég er þroskastur að ykkur og hættur að vera barnalegur. Það er mikilvægt ekki að segja. Hvort myndir þið fyrir eitthvað, vil ég vera jafn góður að slást og Gunnar Nelson eða jafn góður að syngja á Sverrir Bergman? Ég myndi vel að jafn góður að syngja á Sverrir Bergman. Frekar heldur en að vera, ég hugsa þetta því að mér langar svo rosalega að vera geggjaða söngvari. Talandi geggjaða söngvari, þá fyrir ekki Dóra að kíkja hérna í heimsókn eftir. Og ég öfund þetta fólk svo, en ímynda þér að bara þú ert alltaf safe eða þú ert jafn góður að slást og Gunnar Nelson. Það er alveg sama hver kemur heimtíðin eitthvað, ég bara negla honum í gólf. Kemur intruder. Já, ég meina, það er hann bróðin. Hann picked the wrong house. Já, þú ert ekkert að fara að fokka í blöðfjölskyldunni ef ég get slegist eins og Gunni Nels. Nei, ég myndi segja að væri, þú veist, kannski eru einhverja undatekningar í heiminum, einhver svona alveg einhver undraböld, sko, en ég myndi segja að þú veist, að þú tekur topp 5 í öllum flokkum í UFC til dæmis, þá geta þið basically yfirbúið alla aðra á jörðinni, sko. Já, það er bara a trained fighter. Nokkurn veginn held ég að það sé þannig, sko. En eina sem ég get líka sagt ég væri óþólandi hvort hæfileikan sem ég fengi. Ef ég væri með röddina Sverris Bergman, ég hef oft sagt þetta, þá væri bara ekkert gaman, ég væri alltaf syngjandi, ég væri alltaf í karaokeum og eitthvað og spurði ykkur hvaða lag og blöð að taka og þið væri allir konum með hundleið og hlustum að syngja. Það er að fallega við Sverrir, hann er svona introvert, feiminn og við þurfum að draga úr honum að hann syngi. Það væri akkurat auðvitað með mig. Ég væri með tónleika fyrir ykkur bara alla daga vikunar og ef ég væri svo Gunnar Nelson, þá held ég að væri ennþá meira pirrandi því að ef það væri konum 3-4 bjórar í mig, þá myndi ég negla ykkur í gólfið og halda ykkur. Og bara svona hvað er að gera? Myndirðu samt actually gera það? Þegar nú þekkjum við fullt af söngurum. Enginn af mér eitthvað æstur í karaoke og svona æstur í að syngja fyrra. Þetta er blöð, það er króksarablöð, sko. Já, þetta er króksarablöð, sko. Þú tekur það ekki með reikn, þetta er króksarablöð. Það væri alltaf fyrstu vikurnar eftir ég fengi þessa rödd. Já, fyrstu vikurnar, ég gefði það, sko, en Djúvill myndi ég elska verið alltaf stökk og að koma aftan að þérsteindi og negla þér í jörðina og kirkja þig. Ég held að það væri gott að vera erlendis og þú ert bara eitthvað ráandum og það kemur ykkur gæi með hníf og þú kirkir hann og færði svo bara beer. Já. Það hljómar helvitið vel. Ég meina þú getur ekki að kemur gæi með hníf og þú ert bara að labba með fjölskylduðinni og getur ekki að syngja fyrir hann. Nei, hvað er það að gera? Pælið því bara að vinna við það. Pælið því aðeins að vinna við þetta. Og þú veist, þú labba bara inn í búr og annar kemur út, sko. Já. Með meðvutund, oft sko. Þetta er harðast að vinna í heimi. Þetta er alveg talandi um Gunni, ég veit að Gunni Nels hlustar á föstu dögum, já, farðu að henda þér í búrið okkur langar að fara eitthvað ellendis og horfa á það í keppa það getur bara breyta $1 í 2 líka, betta Gunnar hann er á leiðin í búrið. Það var ekki svita á honum eftir síðasta barða, hvað okkur hann ekki búin að fara aftur í ringin eða ringin, Octagon hann taka næsta barða bara daginn eftir það var ekki hann hefur getað en erðu, hvort ekki, þú sagði söng Egill, þú segir ég myndi, fighter, ekki það ég myndi þurfa að nota það eitthvað, en just in case það er gott að hafa það í vopnabúrinu. Ég er bara í Barcelona og eitthvað gæðin að stela úrna mér eða hálsmennu sem við erum frá að kaupa félagarnir það er með 3 gír sem þú setur svona gír saman og það er fullkomin gír blöðkeðjal sem við erum að kaupa það er rosalegt, sko. Ég held samt að þú fer bara en ég held samt að þú fer bara að æfa einhverja bardaði þú ert í 1 ár, þá gætur held ég alveg yfirbúið þannig menn, sko. En ég held að það sé frekar, sko, ég held að þú getur nota söngin betur, þú veist, auðvitað getur þú farið í UFC og svona leiðileg vinnutími með söngin og það er alltaf kvöld og helgar syngja þetta verið fyllir betur, þá er líka bara komin í beddan, sko. Já, þannig að þú bara hafi þetta bara að það er ráðust á þig. Rétt. Herru, með þessu fyrir við í auglýsingar. I'm gonna have the best fucking night of my life, drengi. Hvað ætli sé besta kvöldæði ykkar? Ég held að það getur verið í kvöld, það er rosa hittingur í kvöld hjá Kös. Já, ríkjum segja mér að þú sést að fara að hitta Blackout Kös og fleiri, það verið besta kvöldæðina, sko. Við fullur vinningu fyrir rockstrákum. Maður veit aldrei, skilur. Nei, það er þetta rétt. En það væri skrítið. Hvað ætli sé, svona þegar maður hugsa, hvað ætli sé besta kvöldæðina? Þú mörg kvöld, sko. Ég hugsa að sé þegar Solskjær setti vinnarinn á móti Bayern 99 bara eitthvað heima og voru að fókast 19 ára? Já, nei, ég var ekkert heima, ég var á Kaffi Krók. Herðu, snekkjuna þess að Bramovic, það var skemmtilega kvöld, sko. Já, hérna Jésús, förum í spurningkeppni. Komið henni? Já, og byrju, hvað var það? King of Dollars. Já, Dollars. Gæti verið nafn á bíómynd. Þetta er bíómynd sem heitir King of Dollars. Ég skrítið að þetta er samt tengt að við sem að fara til London. Þetta lítur að vera eins og furðulega staðar. Tækt allir sem að efni á að fara til London. Allir efni á því að fara til London. King of Dollars, neða það er King of Fists and Dollars til hérna. King of Ég held að það sé ekki til bíómynd sem heitir King of Dollars. Nei, en byrju, er það bara búið til bíómynd að spurning? Já, ég meina, okkur heiti ekki mynd King of Dollars. Það er Dollar King Frábært titill. sem er, veist, byrjaði þetta?
Hvernig listur það? Þetta er stjórnust staðrind. Ég held að sé ennþá að vinna í þessu. Ég held að það sé 20 myndir. Er þetta ekki tilbúið það? Jú. Hver er King of Dollars? Já. Það er Stendur Róar eða Blondell. Hefur þú flóið private? Nei. Já. En það var náttúrulega ekki ég sem bókaði það, sko. Þú flögst private. Já, bara sem vinur. Bara fóst á Reykjavík flugvöll og bara labbaði 10 skref stiga inn í vélina. Já, það var ekki ég sem bókaði vélina. Ekki check-in, ekki væti Keflavíkur, ekkert vesen. Sem bara fæstu þeirra beverage. Já. Það er óþólandi, sko. Það er heimskur og græn á bak við eyrun með annan lið í þessu. Ég kom með flösku með mér, það var náttúrulega bara heilt bar þarna og þjónustu flösku með þér og flösku private. Það er eitthvað hálfviti. Það er bara gamla góða svona opalflaskan í handfarangur. Já, með þetta ég kafti morganflösku eða eitthvað djöfils. Einhvern tíma muni ég og Steindi fljúa private. Það er Björki Tór býður okkur. Já, það getur verið. Því að Steindi hefur setið og drekki bjór með Björki Tór bara hlæjandi. Grenjandi og hlátri, saman félag. Rosalega vind. Ég spöði póstinni bara on my account. Hvað hafa það á mér? Ég er að spója póstin á maður. Hvað er ég þá eitt og liðið? Getur ekkert gert því. En sko, þú ert ofta að spyrja spurningar og veist svarið við. Við höfum rætt þetta, þú hefur spurt með þessu svona 50 svona. Já, en ég hef alltaf sagt þegar þú flóið með engaþóttu. Ég hef aldrei sagt þegar þú flóið private. Já, ok, skemmtilegt tvist þér. Ef þú ert í göngutúr og segjum og sjáum bara tíkall á gangstétt, tekur hann upp? Ef ég er í göngutúr? Já, ég myndi alveg taka hann upp, akkur ekki. Tíkall? Já, já. Ég veit ekki, já. Maður nota maður fær nú lítið fyrir tíkall í dag, er þetta ekki svipa bara eins og að taka upp krónu fyrir 20 árum? Ég halda því 2 myndir bara ekki spáið í einu sérstu labba á. Nei, það er ekkit þannig hálfvitin. Ég er samt að vera bara svona reynskilið. Ég myndi labba hérna á tíkalli. Já, ef maður er alveg crispy clean, myndi taka hann upp kannski. Ég veit það ekki. Ég meina, þú veist, ég hef myndi freka vilja labba fram með okkur skemmtilegum hlut. Ég er safnari, sko. Ég veit ekki hvort það maður. En hefur viðunefnið þitt einhver tíman í lífinu verið cash? Nei, þetta er bara verið kallar af öðrum. Ég var af ykkur tveim. Þú varst kallar cash í mörg ár. Mörg ár, sko. Jú. Hver kallaði með það? Manstu vorum akkur einhver tíman og allir að kalla cash? Já, það var bara þegar þið voru búin að vera að gera grín í útvarpinu að ég væri kallaði cash. Ég var einhver tíman á dönsku, þá sagði einhver cash við þig. Já, þú varst kallaður Auðun Cash Blondell. Hefur þá Steindi verið kallaði bleiukall? Ég hef oft verið kallaður, já, ég hef oft verið spurning út í bleiuna. Það er bólir á honum. Já, þá skal ég bara fá stig. Ertu búin að seipa þarna í gullveisluna? Gull, hvað er góð? Nei, ég á ekkert gull. Jú, ég á ekki neitt í gulli. Nei, veist, við erum að tala um. Ertu komin í Amarok? Góður, næsta spurning. Hvað er á þér? Hvað ertu veikur það? Þetta er bara spurning. Hún var að blanda mér eitthvað hluta. Við komum þar í gullveislunni. Steindi, þú komin í gulli? Ég komin í gulli. Það ekki? Þetta er ekki verið að leita gull? Er eitthvað rosalega? Veist það. Steindi komin í gulli? Já, djúvel hlakka til þessi spurningkeppni búin maður. Nefnum bara að klára þetta. Þetta er bara óþægilegt. Það er ekkert að því að þú veist að 3-2 þú veist alveg, við vorum allir á sama stað. Blöð komin í gulli 4-2 fyrir Blondell. Eins og þið veitir þá er lífið ekki bara sunshine and lollipops. Hringdi þú móðursjókur í bankamannin þinn í hruninu í paniki? Já, það gerði ég. Og greiði maðurinn var að sko díla við menn sem áttu milljarða, en ég var að spyrja hvað ég ætti að gera 1,5 milljón. Þú veist að upplega hrunið. Steindi, þú upplifir ekki, þú fæst ekki að taka þátt í því. Þú varst í spáður ekki í það, þú ætti ekki krónu. Nei, ég ringdi ekkert í banka. Hvað varst að ringa í banka? Hvað varst að segja við bankan? Ég ringdi ekkert í banka. Ég þekki mann sem að vinnur í banka og er bara góðu vinur minn og ég var að spyrja hann hvað ég ætti að gera því að ég var að tala um allir bankarnir var að fara á hausinn hvort ég ætti að skipta þessu 500.000 á 3 banka því að svo miklar áhyggjur af þessum pening sem ég er búin að safna og þetta er Svensa. Þú tókst að þátt í hruninu, fæst aðrar áhyggjur og tapaðir ykkur. Ég átti ekki neitt. Nei, ég mista þessu. Hvað er 5-2 þá það? Byrju 5-2 fyrir Blöð. Og máli er að sko ég er king of dollar. Það er ekki búið. Og var ekki líka sko private flugið og allt þetta. Þetta var þarna bara rétt fyrir hrun. Þú varst í klæmaksinu. Já, með 25 spurningar, ég köttaði niður 9. Ef við ræða tíma, þá getur spurt alla. Nei, aldrei. Áttu 2 eða fleiri GameStocka akkurat núna? Nei. Byrju GameStocka, töluleikja? Nei
Game, já það á 2 og fleiri. Hörðu, Steindi komið tilbaka, það er 5-3. Þetta er bara eitthvað hlutabréfa The king of dollars. Við megum nú ekki alveg spila okkur sem einhver hlutabréfa gúrúa hérna. Við erum nú ekki með mikinn pening í þessu. Ég ætla nú töluvert meiri við. Ég er svona frekar furðuleg bréf. Við getum orðað þannig. Ég er með furðulega katalóg sko. Þú treystir á geiminn. Og ég treyst á geiminn. Það er 5-3 og það er gaman að Steindi myndir núna. Það er mjög, sko, ef að Steindi fær punkt núna og ekki þú blöð, þá er 5-4, þá tökum við næstu, þá ítur ekki græntakan. En ef að annars þetta fer þetta bara að vera að koma gott heldur. Matthew McConaughey sagði orðrétt einu sinni að þú verður að hann trista þig lágmark 3 sinnum á dag til að ná árangri. Þetta er Wolf of Wall Street. Þetta er miskilningur. Matthew McConaughey sagði þetta aldrei. Hann var að leika karakter. Það var karakterinn, hann sagði þetta í bíómynd. Matthew McConaughey sagði þetta. Já, sem annar gaur. Þetta var ekki hann að segja hann gaf öðrum gæja lestur. Þú getur ekki kvóta leikara sem að leika í bíómynd og sagt að hann sjálfur hafi sagt eitthvað. Menn eru bara að leika hitt og þetta. Hann sagði að þú verður að taka allan á 3 þetta. Þú ætlar að surviva bara í rauninni í þessu. Karakterinn hann sagði þetta í hann var að selja hlutabréf. Og nú þarf mennum að alveg hreinskilnir. Þegar þetta er sko döðafæri við Íslandi nú að minkandi í 5-4. Nær þú 3 á dag? Nei, bara auðvitað ekki. Akkur auðvitað ekki? Nei, bara, hvað meinur þú? Ég því ekki. Bara glemti því. Ég hafi ekki að gera. Það er 5-3. King of dollars, mér getur ekki með það sama. Vannst þú þetta blöð? Já, mér heyrist það sem er alveg frábært. Ertu tekjuhæsti listamæðurinn á landinu? 2022. Það var einmitt, það kom í auka hjá mig. Það var eina spurningunum. Akkurat. It didn't make the cut. Sem betur fyrir eru að fara að fá smá þroskaðin í þáttum því að Frikki Dór er að koma þetta í spjalli að spila eitt lag með honum svona áður að mætir hérna. Þetta lag heitir Aleinn. Þetta er lagið Aleinn og það vill svo skemmtilega til að hann er mætturingað Aleinn. Frikki Dór, verður velkomin. Einn af okkar uppáhaldssettar þessi hérna mækur. Okkar langbesti maður. Já, hvernig, ég ætla bara að byrja að spyrja eins og spyrjum alla gestir sem að mæta hingað. Frikki, hvernig ertu? Ég er frábær í dag. Það ekki? Nokkuð góður. Já. Nóum að vera hjá Frikkanum þessa dagana. Já. Þú byrjar að leika, hann búið alltaf á fulli tónlist. Já. Ice Guys, við fengum nú Rúrik hérna daginn. Já. Mér langaði hérna bara að spyrja því að kannski er ég að bara lesa þetta kolvittlust. En þegar ég svona horfi yfir hópinn og það kemur hugmyndum að gera sjónvarpsþætti um Ice Guys, þá hefði ég haldið að þú hefði verið svona erfiðastur til þess að samþykkja að vera með í þessu. Til að vera með þessu. Já, er það rangt, er það rangt pæling hjá mér, eða varstu bara til frá? Sko reyndar var erfiðast að fá Rúrik? Já, því að hann náttúrulega þurfti, hann er með international svona fame sem hann þarf að huga að. Fanbase. Og þannig að hann þurfti aðeins að fara yfir þetta með sínum helstur ágjum. Sínu fólki í Þýskalandi. Já. Og hérna Það er svo fyndið dæmi, ekki það veist, ég dyrka það. Hann er bara með umbóðskrifstofu í Þýskalandi. Hann er að hendunum í þætti, hann er bara út um allt. Hann er bara, þetta er súperstarinn í Þýskalandi. Þetta er svakalegt dæmi, sko. Já, hann er svona svo Hasselhoff. Síminn var að setja inn einhvern trailer fyrir þættina. Það var bara fyrsta kommentið var bara It would be really nice to have some subtitles for your fans around the world. Það var eitthvað Rúrik fanpage, eitthvað Rösabörn. Þannig að þetta er óasalegur international frami sem hann hefur Hann er meira þess að það stóð sko, það er svo fyndið ef hann tekur einhverja mynd af sér meðmanni eða postar einhverju meðmanni á Instagram þá koma alveg 2-3 einhverju fanbase reikningar sem að reposta manni taka inn á því þá vartu allt í nú komin á eitthvað Instagram í Argentínu Hann hefur ekki sýnt ykkur nærbuksurnar sínar. Hann er alltaf í Versace. Heldur betur, búin að sjá það maður. Já, það ekki. Er þú komin í Er hann að sína alltaf þetta? Er þú komin í Versace? Sko ég meit, væri ekki svolítið gott að ég fari í Ég er komin í Versace. Ég hef aldrei farið í það. Ég held að maður eins og ég og Steindi, ég held að við værum jafnvel flottar en þessi strákar. Við varum glæsilegir. Sko Frikki getur þetta. Frikki, þú ert popstjarn. Ég get þetta ekki heldur. Hvaða trúðar, akkur má ekki trúðar verið í Versace? Ég er ekki trúið í Versace. Nú, hvað trúið? Ég var aldrei trúið bara í Versace. Þú veist Hættum að tala um scenari. Við erum bara að tala allt og mikið um þessar nærböksur í þessu þætti. En ég skil samt alveg, þú veist, þetta er rosalegt þegar maður sér hann í þeim. Þannig ég skil að þetta sé eitthvað sem þið hafið þurft að Heyrðu hvað Pétur Jóhann lenti í brúðkaupinu á Sverrir Bergman.
Það að skrítnasta, ekki að við höfum sagt frá þessu hérna í þættinum. Það að skrítnasta sem ég heilt. Hann bulliðar af tveimönn Pétur Jóhann, það sem að strákandi vissi ekki hann var á leiðin upp á svið í brúðköpunni með stand-up og allt stand-upið hans fjallaði þetta og fólk grétu hlátri. Pétur Jóhann í sakleysi sínu þarf að pissa þetta í stafanum, lendir í pissuskál á milli, allt í nú kemur hægra með hann Egill Einarsson, vinstra með hann kemur Rúrik Gíslason. Pétur 52 er að pissa og það sem er bent á hann og sagt bara hvaða nærbuxur eru þetta? Þeir gerðu grína nærbuxur. Hann var í lífæsnærbuxum. Þetta er fullandi menn sko. Og Rúrik bara guðminn góður og þeir byrja að grenja úr hlátri og sín honum nærbuxuna sína og þeir voru báðir í Versace. Þetta er bara svona atrið úr Mean Girls í brúðköpunni á 50 liði. Og Pétur skildi eða bara ekki neitt í þessu. Hann var bara í einhverjum lífæs eða nægnar og hann var bara, ég vissi ekki, hann var svo klúles með þetta. Kom og settist á borðið hjá okkur bara, ég er alltaf lægi. Ég var bara að lendi í skrítnasta hlut ævinn minna. Ég var hvað? Það var bara að vera að leggja mig í eineltinn á klostur fyrir að vera í venjulegum nærbuxum. En svo það sem að búlíðarnir föttuð ekki er að grínist er fóðs upp á svið og jarðaði þá. Já, það var að ég hitt á þeim. En sko, það er talandi, það er ekki bara æska í gangi. Það er, sko, þetta var þetta bara ákveð með síðan stundu. Þú netana bara hendi, hvað köllum við þetta, ball eða? Köllum við ekki tónleikar, þetta er gamla bíó. Ég líti á þetta bara sem bara, þú veist, old school party. Já, þetta er bara party. Já, ég til í það, party. Og þetta er bara næsta laugardag. Þetta er bara næsta, já, eftir viku. Já, 30. sept. Yes. Miðagsalinn á tix.is. Já, og hún er komin í stað og hérna þeir ætla að vera með eitthvað Daniel og Krismundur Axel líka. Gekkja. Að hitta aðeins upp og hérna þannig að, og náttúrulega Egil Speil. Og já, þannig að þetta er bara einmitt, þetta er bara nákvæmlega það. Þetta er bara party af gamla skólanum sko. Bara hits and tits. Hits and tits og gekkja venju. Það er gamla bíó. Flottur salur og niður í bæ. Þannig að þetta við erum ekki í London konan með fjöldug saman það verður helviti helviti gaman. Þetta er partí sem ég væri nefnilega þetta myndi ég vilja bara fara þú veist, ég myndi bara við myndum græða pössun við Sigurum myndum bara fara og taka gólfið og fara bara, þetta er bara old school party þetta er bara, þú veist, eins og ég er að lesa viðburunum mitt, þetta er bara þið takir bara alla slagar, þetta er bara þú og netan og það sjálfsögðu náttúrulega einhverju með ykkur en þetta er bara kistlupartí þetta er bara það I like it þetta er bara svona hittaramessa það er að bjóða hinnum gæðunum félöðunum úr æskæðis í þessa veislu þeir bara sitja hjá þeir sitja hjá þannig svo hittust þau bara í kriganum í des það er já, talandi það, svo er risa tónleikar í des það er nóg að vera já, þetta er bara gaman að þessu gaman að vera til og allir í fíling ég heyrði eitthvað slúður sem að nú er þú að svara að það hefði, ég veit ekki hvernig staðan á því er og kannski er ég bara að tala með raskatunum það er svona fýtt að þú getur svara fyrir það að væri eitthvað pæling að gera seríu 2 af Æskas og hendi ykkur í Eurovision, hefur þú heyrst það eitthvað? Ég hef ekkert heyrt þetta mál Þú hefur ekki heyrt neitt það Nei. Það endar væri Mundur þú vilja fara í Eurovision með Æskas? Það er alveg hæppin bæling sko. Það væri winner Þú ert ekki spenntur fyrir því? Ég er náttúrulega Hefur einhvern veginn tekið þátt í Eurovision eftir í síðasta skipti? Nei Var það í síðasta skipti sem þú fórst í Eurovision? Og myndi aldrei fara aftur kannski? Mér finnst það mjög ólíklegt Af hverju? Sko fyrst alveg með Æska ok, segjum sér svo að það myndi vinna hérna heima sem að ég samt minnst það svona ekkit 100p minnst það svona alveg gætum lendi í þessu hana hvað heitir það aftur, úrslitaðin vínu hana og bara dotti út þar einhvern veginn Ég lenti á móti King Feður komar eitthvað Nákvæmlega Pakkaði mig saman í smálið Yes sir og þannig að og ég lendi í því líka með Queen Mary Ólafs og þannig að hérna það er fyrsta hættan sem ég sé í þessu það er ekki dörugt þarna það er ekki dörugt svo einhvern veginn og svo förum við út og ef maður myndi komast út og þá væri við bara einhverju 5 pappar bara í boybandi þú veist það væri ekkert more to it það var bara hérna you're the oldest boyband ever það myndi fá 12 púnta frá Germany og það geti verið helviti stert sko það væri líka vond sko ef það væri svona is this a comeback band eitthvað frá því voru ungi nei, við byrjuðum fyrir 6 mánuðum síðan allir byrjar á ofan og olju og we got a winner right over there mér fannst þetta náttúrulega góð hugmynd sko já
Já, jú, ég skil alveg Við ræðum þetta. Við ræðum Liggur ekkert þetta Allt er til umræð Það er ekki Hárrétt. En Frikki, það er alltaf gaman að fá þig heiður að fá þig, við segjum liðið að fara inn á tix.is laugardagurinn 30. sept, það er King, Herra Hnittusmjör og okkar besti maður Frikki Dór með alvöru partí. Þetta er bara Herra Hnittusmjör og Frikki Dór í gamla bíó, þetta er þetta á fórsíðinni. Þannig að fólk á bara, það verður uppselt, þannig að fólk á að keyra í þetta. Já, það er eitthvað sem segir mér að þetta lag dætt inn, er þetta ekki félagarnir saman? Vinn við það? Yes, sir. Sko, hvað er þessu? Frikki, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Hárið, það eru Dynout og Loop sem að færi ykkur FM 95 blöð og talandi Dynout drengir, við komum inn á þeim daginn að þið getið núna pantaðið borð á Jómfrúni á Keflavíkurflugvelli gegnum Dynout og svo er þeir komnið til Tene líka, þannig að tjekkið á því dynout.is. Þetta er rosalega konsept. Allt upp á 10 þar. Og líka ofta er nú sko, það er líka ofta þannig að þú veist, ef maður ætlar að fara eitthvað þá er maður svo lengi að ákveða hvert hvað er að borða, þannig að sérðu líka listan af öllu sko. Já, bara hvað er laust og hvað ekki. Svo vil ég líka minna á Keilu höllina okkar, já, besta hús, og þar er, ef það er einhver fyrirtæki eða einhver frá einhver fyrirtæki núna sem er að hlusta og þarf að hrista hópin saman, hópeflið eitthvað, þá er ekki til betri staður heldur en Keilu höllin, fara með fyrirtæki og alla starfsmenn í Keilu, Pílu, Karoki, þetta er einu staðinu þar sem er allt á einum stað. Og svo náttúrulega keyrir hann rútuna í bæinn. Það er hár rétt. En herru, við glemdum að minnast á það með Frikka Dór hérna áðan að allir áskrifendur blöðkassins fá 20% afslátt af miðasölu hjá þeim drengjum og á Herra Hnittusmjör og Frikki Dór gamla bíó á tix.is. Hefur ekki að henda út meili á það er endar alveg afsláttur. Já, það kemur tölvupóstur, þannig að þið eru áskrifendur að blöðkastinu býðið þá með þar til að pósturinn kemur og þá fáið þið link til þess að kaupa með afslætti. Alvöru party. Yes, herru drengir, eins og ég sagði ykkur í byrjun þáttar að þá höfum við ekki farið sturla staðreyndir í september. Nei. Og ég ætla ekki að fara að fresta þeim neitt mikið Það komið að því? Já, það er komið að sturlum. Það eru sturlaðar? Já, og einn þeirra er kjaftaði. Þannig að þið þurfa að reyna að spotta það og hlustendur. Fyrsta sturlaða staðrind dagsins. Já, þetta fannst mér helviti merkilegt, eða svona fyndið. Það þykir sturlu staðrind að þetta var inn á stærstu síðunni sem ég fer á. Ég er með einhverja 3 síður sem ég flagga á milli. Og þetta var á stærstu síðunni. Það þykir sturlu staðrind að Ísland, Tyrkland og Sviss gerir hlé í miðri mynd í bíó til þess að hleypa fólki í sjoppuna. Og þetta kom bara sem an insane fact að þú fer í bíó í Íslandi, Tyrklandi eða Sviss og þá er stoppuð myndin. Ég hata því ég fer í bíó og það er ekki hlé. Græðgin er ríl að það. Ég er bara að þú þarft að míga og náður í að new beverage og glæn nýtt pop og setji 3 tíma og þess að tegja úr þér. Ég hef alltaf verið major against this sko. Er það? Ég var til í 2-3 hlé að slíta myndin upp til að fara að fá sér eitthvað staðar. Slíta bara ítt á pausu. Já, ég meina þú veist, slíta henni á pausu. En er ekki bara, auðvitað er bara sjoppan er bara ítt á pausu, hvað er það að gera? Ítt á pausu? Ef mér langar í nammi. Hvað er ekki pásu? Ef mér er auðvitað langar í nammi í bíó, þú veist, eftir að myndi byrjar, þá hleypi bara fram og köp með nammi. Það var ekki næsið að vera í pausa þá? En þú þarf að pissa. En þú missir að gegja það. Já, ég fer að pissa, fer ég bara að pissa. Já, en þá getur þú mistað einhverju myndinni. Þá spyrðu bara sem með þig, bara, hvað merkir þetta? Segjum að þú verður á Sliver og það er akkurat atrið þegar William Boldi fyrir á súluna og þú er akkurat framan á þér í Candy. Þetta er samt að það var heldur þreytt. Það var ekki gott tæmi. Þú vilt að það sé pausa þá. Bæði í bíó og sjónvarpið á eiga ekki að vera hlé í þáttum. Sko ég er nokkuð kokki á því ef að allir Íslendingar sem að fara í bíó myndi taka könnun að ég myndi segja 80% Íslendingar myndi vilja halda hléinu. Alltaf. Ég brjálast því í bíó þar ekki. En það er sagt nei það er ekki hlé þar. En þú eru átt á því samt að þú veist, en fólk sem er ekki að pissi í sig eða bara, þú veist, getur haldið í sér. Fólk pissar. Og já, ég bara segja, ef þú ert ekki að pissa og ætlar ekki að kaupa það nammi, setur bara í tól. Nei, það er allir með síma. Þú getur kíkt, það er kannski búið að vera að senda á þig eitthvað. Herru, þú voru að svara pössunabíunni eða getur svarað að kíkt á Twitter eða eitthvað. 12 mínútur. Já, getur ekki verið í símanum í 12 mínútur. Nei, ég segja, þú veist, þú setur í sætir í 12 mínútur og svo bara, herru, já, nú ætlum við að byrja myndin aftur. Ég er forréttin að vita hvað hlustendur segja. Þetta er gott debate. Já, þetta er nefnilega gott debate. Ég held að það er 90% sem myndi ekki vilja ölsigli. Það er að góða við sturlaða staðreyndir. Þetta býr til debates. Næsta, ég held að hún sé ekki að fara að búa til neitt debate, en það tekur þið 30 ára að tellja upp í miljard. Ég myndi sleppa þig 30 ár? Já, það var að byrja bara núna 1, 2, 3, 4, 5 það er miljardur mikið cash. 30 ára að telja upp og þá sefur ekki eins og Býttu nú við, hvað eru margar miljónir í miljard eftir? 1000 miljónir? Við það ekki? Jú, 1000. Þú getur, það tekur ekki 30 ára að telja upp í 1000 miljónir
1000 milljónir. Já, ég að segja það Hann er ekki búið það til. En ef þú bara byrjar að telja eftir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bara þú þetta snöggur að telja. Ég myndi frekar bara setja ég ætla bara að starta frekar því stopwatch í símanum og láta ganga. Þú telur ekki svo hratt 1, 2, 3, 4, 5 Jú, þú getur reynda að tala hraðar Þetta telur ég hratt og hvað ætla að láta hann verið í 30 ára að telja fyrir það? Já, ég meina, þetta er ekki 30 ár. Ég ætla að láta hann malla í svona 3 ár En þú telur náttúrulega ég hratt. Ef þú telur rétt, þá telur ég hratt og hann. Já, ok, sett henni í gang og sjáðu hvað hann er komin upp í eftir viku þegar við erum í þetta næsta fösta. Ángríns, byrjaði. Ég er að gera Næsta, fólk sem kvíðir ekki að eldast lifir að meðaltali 8 árum lengur heldur en fólk sem er með aldurskompleksa. Þannig að nú er steindin okkar í vesinni. Það er enginn í kringum með aldurskompleksa. Ég er ekkert með aldurskompleksa. Þeir eru bara alltaf að tala með þessu jafn gamlir. Við erum það bara ekki, það er að fækt. Ég er fættur 4 árum eftir ykkur. Þannig að ég er alltaf að leiða þetta bara svona staðrind. Ég er líka bara einu maður sem maður situr eitthvað á Instagram bara Paris út af einhverju rukkum og eitthvað í stæðan fyrir að bara embrace sko máli, ég er sammála Agli að vera ekki að mynda fyrir hádegi sko. Nei, alls ekki fyrir hádegi. Og fara aldrei að mynda ykkur fyrir hádegi. Bara þrútin í framann. Það var ekkit aðeir. Alltaf bókað þetta fyrsta leikon 3 sko. Næsta er skemmtileg og þetta er kannski eitthvað sem Egill veit því að hann er animal lover. Krákur, The Crow. Old school kráka. Góða krákur. Góða kráku. Góða hermi krákur. Krákur er það dýr sem er oftast í fílu. Þannig að krákan er fíld. Það er líka bara því að hún er mjög gáð. Þannig að hún er með greindastu líka að fara í fílu. Já, getur verið það. Mjög heimskur fugl fyrir aldrei í fílu. Hann bara flýgur og silkislagur sko. Það er að því að segja ignorance is bliss. Þess vegna eru við svona hamingjusamir eða þetta 957 í 13 ára. Það verður við að hóðlega við drefust sko. Já, við erum heimskir. Er gamla góða krákan eitthvað að þvælast hér eða? Á Íslandi? Já, ég veit ekki, nei. Sem að kráka á Íslandi? Ég heit ekki bara fokkin krummi eða? Akkur þetta spyrir, jú, er krummi kráka? Þetta lítur að vera, þetta er bara hrapp. Bara ranna orðið við hrapp. Kráka og hrappa sama? Ég er ekki fuglasérfræðingur, ég myndi halda að þetta væri bara að goddamn hrapp, kráka, eða ekki? Googlaðu, er hrappn og kráka það samanstendi? Það lítur að vera. Sko, fólk er að beða grásingum við fyrir 957 sko. Sko, flækingar á Íslandi, minnst að kosti dvergkrákan, hún er algeng í Evrópu hún geta þvælst þetta. Stephen King fekk ekki nema $5,000 fyrir kvikmyndaréttin á Shawshank Redemption. Hann á náttúrulega bókina Shawshank Redemption. Fekk $5,000 fyrir kvikmyndaréttin kvikmyndaréttinni á Shawshank Redemption. Hann setti ávísunni í ramma og sendi hann á leikstjóranum með textanum In case you ever need bail money, love Steve. Hann vildi ekki eins og þess að $5,000 og hann fannst þetta svo lítið. Þannig að mér fannst þetta ávísunni. Hann er að senda á leikstjóran, hvað er ekki tónum að kenna? Nei, hann skrifa líka love. Það eru 2 eftir. Það eru 5 miljardar af bakteríum í munnunum á þér right now. Það er ekki fallegt að heyra. Er ekki alltaf að tala að það sé fleiri bakteríur uppi en í raskatina þér? Já, allavega er 5 miljardar uppi þér. Og svo er líka kannski haldið þessu jafn margar bakteríur í munnunum á mér og til dæmis munnunum á ykkur. Ég var með svolítið að svipa kannski. Þetta segir mig að það sé þá betra að ég myndi sleikja rassinn steindi en munnina það núna. Ég myndi basically að segja það. Vonu gerir korugt en ég man. Þú varst basically að segja að heilsulega sé það væri betra fyrir mig að sleikja munnina það. Það var einhver tíman einhver að segja. Það var ekki alltaf closet set. Það var closet set. Já, ég held ekki að þetta læna ykkur upp fyrir kvöldi. Akkur það vil koma þessu móla núna fyrir helgi. Closet set. Besta líla sem getur hendi í það leitar einhver rinnsópi sko. Er það síðasta? Við þá stústum saman þetta. Þú komst með hennar móla. Hvert þið fóru með hann var ótrúlegt. Er það síðasta síðasta sturla staðurinn dagsins á vel við bara sem það er í gangi hérna. Neanomorphic er fólk sem haga sér ekki eftir aldri. Ég held að það sé við séum allir neanomorphics. Það er einkenni því miður sko. En svo er líka annað, hvað er að haga sér eftir aldri? Það er basically að vera leiðilegur sko. Er það ekki? Vera ekki að tala svona leiður. Þú bara vera en asshole eða þú veist, veist hvað ég meina. Ekki vera en asshole. Já, þú skilur hvað við, þú bara veist að hafa gaman, þá þú drefst. Ég sammála því, nú spyrir ykkur drengi hvað er svo að kjafta þeim og þeir hlustundur, föstuðu það. En ég minna, hafið ykkur tíma aðeins til að followa þetta upp í það. Hafið ykkur tíma verið til dæmis bara með matabóða eitthvað. Svo fara allir og þú er rækilegur voðalegur hann. Barnalegur hann, þessi hérna.
Hann voðalega barnalegur. Ég hef aldrei lendið því sko. Nei, ég svo barnalegur sjálfur sko. Við erum bara með fólki í kringum okkur sem er suma hálfvitar. Alltaf þetta sé sagt okkur ef við förum í kannski eitthvað svona matabóð hjá okkur kunningum sem við þekkjum kannski minna og við eru þið barnalegir maður. Haldið það? Nei, við erum ekki þannig barnalegir. Nei, ég meina Nei, það er ekki ágætið bara. Ég myndi aldrei vera að segja, ég myndi ekki sitja í matabóði sem ég þekki fólk alltaf bara, við vissu það er skára að sleikja raskatið á einhverjum heldur en að sleikja munnin á honum. Ég meina þú gæti sagt að matabóði hjá mér. Já. En ég meina fólk býstu þessari hegðun þar. Já, þannig að við kunnum alveg að hegða okkur, er það ekki niðurstaðan í þessu? Það er ekki fræðileg fyrir maður að gissa hvað var manjörana. Þetta var það góður í þessu og það er engin leið að gissa hvað. Það er hlið, tekur 30 ára til yfir miljard, fólk sem kvíðir að eldast að meðantali 8 ára, það eru krákurnar, það er Stephen King, það eru 5 miljardar bakteríur með munnum eða fólk sem að haga sér ekki eftir aldri. Sko það er strax komin að 300 sekundur sem við núna, þannig að þú sér hvað þetta er fljótt að telja. Ég giska bara 8 árun og kvíðan en hvað segir þú Steindi? Ég ætla að segja að þetta sé þessar sekundur sem við erum að rannsaka. Það er krákan, hún fyrir ekkert meiri í fílu heldur en það er vel gert við hann með það. Þetta var að hún kráka fyrir ekki fyrir, þetta er ekki svo. Ég segja mér að það er góða fílu. Kráka. Það var vel gert. Haltu áfram að skína. Það er einmitt það sem við vonum að íslenska kvennalandsliðið geri í kvöldar Ísland Wales á Laugardalsvelli. Fínasta veður, hvetjum sem flesta til að henda sér á völlin. Við sjáum hér bara í stúdíón okkar að það er að tínast á völlin. Og hann er öruglega sýndur í sjónfinn líka en henda sér á Laugardalsvelli. Þurfum við ekki eitthvað eru menn konum með seðla eða hvernig við skal? Nei, ekki skoða það. Það þarf ekki að fara. Ég þarf ekki að veðja á allt sem ég geri. En það er eins og að komið að lokum. Ég fegin að vera hættur í the online bettingi. Akkurat. Þú er bara kasinum að þér í dag. Já, það er komið að lokum. Við minnum á blökkastið sem er á þriðjudaginn og svo verðum við mættir þér næsta föstudag með FM 95 Blö. Takk fyrir okkur í dag, í góða helgi. Hvað er ekki nóg að vera með helgina? Við komast ekki í How do you do fellow kids? Nei, herðu, við erum að taka næst. Stendur að fara óruglu í kvöld, ég er að fara smá óruglu á morgun og svo er ég að fara óruglu eftir 8 daga sem ég farið til London. Já, það er nóg framdæn, svo enski boltinn og það er meistaran á sunnudaginn, Tindastóll Valur í síkinu, áfram Tindastóll sendi baráttu kveður á krókin. Heyrumst vonandi á þriðjudaginn, annars bara næsta föstudag. Takk fyrir okkur í dag.